Þegar skólanum lokið og vorið að breytast í sumar, Halla með rútubíl austur. Hún ætlar að tala við Hrafngrím og vara hann við. En það verður ekki auðvelt. 9. kafli. Halla ein af þeim fáu sem rata á þennan afskekkta stað, Sjafnaflatir. Hún á langan gang fyrir höndum. Sólbráð hún öslar aurbleitu. Vetrarskaflarnir eru enn í öllum giljum. Gránað hefur í fjöll í nótt. Þegar Halla nálgast Sjafnaflatir verður henni hugsað til þess atviks hún stalst á bak hestinum hans Hrafngríms og það setur að henni ónota hroll. Hvað hún eiginlega að flækja sig í? Hvað getur hún, krakkin, gert í svona máli? En það eins og henni finnist að hún verði að skipta sér af þessu. Eitthvað sem hún skilur ekki til fulls rekur hana áfram. Halla stiklar upp lækinn, upp í Hvanngilið og klifrar upp klettana kalda og raka. Loks sér hún bæ Hrafngríms. Þarna engan að sjá, engu líkar en allt sé í eyði. Hún gengur að bæjardyrunum og bankar. Bankar aftur, gægist inn og kallar, halló, eitthvað þarna? Ekkert svar. Hún stendur þarna í dyrunum, vandræðarleg. Getur verið að hún hafi komið of seint. Halló, eitthvað heima? Kallar hún hærra en áður. Hundur fer að gelta, hljóðið kemur utan úr fjósskriflinu. Hún heyrir að hundurinn krafsar í dyrnar og spangólar. Nú opnast fjósdyrnar. Hrafngrímur stendur í gættinni, hálf boginn með mjólkurskjólu í annarri hendinni og hauskúpu úr stórgrip í hinni. Það mjaltaskemillinn hans. Halla gengur til hans og hundurinn geltir í sífellu. Góðan dag, segir hún, ég heiti Halla. Þegiðu! Hvæsir Hrafngrímur. Hundurinn þagnar og Halla var fegin að það var hundurinn en ekki hún sem átti þessa kveðju. Ástæðan fyrir því að ég kem, byrjar Halla. Burt með þig, urrar kallinn. Burt af mínu landi. Hrafngrímur, ég þarf að segja þér dálítið. Það þarf enginn að segja mér eitt eða neitt. Hann kemur út á hlað. Mjólkin í skjólunni sullast til þegar hann yllir sig. Ílskulegur hann í viðmóti. Jú, Hrafngrímur, það verið að reyna að flæma þig burt af Sjafnaflötum. Hrafngrímur hvessir augun á telpuna og hún verður hálf hrædd við þennan ógurlega mann. Hún reynir að vera ákveðin. Það eru menn að reyna að kaupa jörðina og flæma þig hérðan burt. Ég að reyna að hjálpa þér. Hrafngrímur setur frá sér fötuna svo harkalega skvettist upp úr. Ég þarf ekki hjálp eins eða neins. Snauta þig hérna burt. Nú heyrist í þyrlu sem nálgast og flýgur lágt. Mín mál koma engum við, heyrurðu það? Þyrlan hringsólar yfir þeim, svífur upp að fjallinu og aftur tilbaka. Hundurinn geltir á þetta óvænta skrímsli og sendist niður eftir túninu á eftir því. Þyrlan gerir sér líklega til að lenda á túninu. Ekki yrði ég hissa að þarna kæmu þeir sem vilja þig hérðan, sagði Halla. Þyrlan lendir niður á flötunum. Fólk hoppar út úr þyrlunni og bendir upp í hlíðar fjallsins. Seppi geltir án afláts. Hrafngrímur tútnar út af bræði. Hann sér ekki Höllu í svipinn og sendir óblítt augnaráð niður á tún þar sem hinnur óboðnu gestir gera sig heimakomna. Halla veit ekki fyrir hann snarast inn í bæinn sinn og kemur út aftur með riffil í höndunum og arkar niður á tún. Kurteisin sjálf öðlingurinn, stynur Halla, vonandi riffillin ekki hlaðinn. Eftir vill trúir hann mér núna. Halla þóttist sjá að þarna var komin mörður og fleira fólk sem varð nú flaumósa þessi illúðlegi maður nálgast með riffilin á lofti og skammaræðu á vörum. Halla gat ekki varist brosi. Svo fór að allir týndust inn í þyrluna og hún hóf sig á loft. Halla fór nú að hugsa hvað myndi gerast næst. Hvað gerðan nú þessi skapbráði maður sem hafði gripið riffilinn í bræði sinni og ógnað fólkinu með honum? Henni varð hugsað til atviksinn sem átti sér stað sumari sem hún var á Hörgsúli. Flökkuhundar höfðu lagst á fé. Þegar Hrafngrímur sá að vera eltast við lamb, þá greip hann riffilinn án þess að vílaða nokkuð fyrir sér og skaut þá alla á færi. Væri hann til alls vís nú?
Hún gat ekki hlaupið upp í þyrlu og flogið burt eins og mörður og þau. Halla stóð þarna á hlaðinu, milli vonar og ótta. Senn kæmi hann arkandi heim að bænum aftur, reiðin sjóðandi í honum. Nú kom hundurinn auga á eitthvað nýtt til að gelta á. Hann stökk á stað og Höllu var litið í þá áttina. 3 menn komu ríðandi niður fjallaskarð og stemdu á bæinn. Ekki var víst oft svona gestkvæmt hér á Sjafnarflötum. Halla varð að vissu leyti fegin að sjá til þeirra. Hrafngrímur sem kom arkandi heim túnið tók nú stefnu á mennina 3 sem riðu nokkuð greitt. Þegar þeir komu nær þóttist Halla sjá þar prestinn hans séra Guðmund og líklega voru í för með honum hreppstjórinn og oddvitinn. Hvaða erindi skildu þeir eiga? Hafði hún þá ekki komið of seint? Var enn hægt að koma í veg fyrir að Hrafngrímur yrði flæmdur héðan burt? Þeir mætast rétt hinum megin við fjósið á Sjafnarflötum. Halla heyrir aðkomumenn kasta kveðju á Hrafngrím sem hreytir einhverjum skætingi út úr sér. Hún heyrir að séra Guðmundur, sem farin að baki, reynir að sefa kallinn. Prestur leggur höndina á byssuna og beinir hlaupinu niður. Við þurfum að ræða við þig, Hrafngrímur, segir hreppstjórinn. Það er vegna alvarlegra vanskila þinna. Við neyðumst til að segja þér... Halla tekur á sig rögg og gengur út fyrir fjósið til þeirra. Hreppstjórunum fatast eitthvað í ræðunni sem hann að byrja að þusa yfir Hrafngrími. Það kemur mjög á þá alla þegar hún birtist. Góðan dag, segir hún ákveðin. Þeir góna á hana, allir 4. Loks eins og séra Guðmundur átti við sér. Góðan dag, segir hann. Ég heiti Guðmundur Jónsson, höfum við sést eitthvað staðar áður? Já, séra Guðmundur, segir Halla. Ég var í sveit á Hörgsóli eitt sumar. Þú ert mannglöggur, ég heiti Halla. Þú manst eftir því að einu sinni sagðirðu við okkur krakkana, hlýðið alltaf samvisku ykkar, gerið rétt en ekki órétt. Hlýðið rödd Guðs í hjarta ykkar. Það er nú eiginlega það sem ég að gera hér núna. Einu sinni stalst ég á bak hesti hér á Sjafnarflötum og datt af baki. Halla lítur á Hrafngrím og hann horfir á hana. Þá gerði ég ekki rétt. Nú er ég hér vegna þess að mér finnst að þið eigið að segja Merði Ágússyni og kó að hér sé engin jörð til sölu. Mér finnst þið ekki vera að gera rétt ef það nær fram að ganga. Hrafngrímur yllir sig. Brúnirnar hafa síið lengra niður og hólkurinn hefur síið mikið í höndum hans. Halla beinir máli sínu til hreppstjórans. Hvert er hið raunverulega erindi ykkar hingað? Hve mikið ætla mörður og þeir að borga ykkur fyrir að útvega jörðina? Þögn. Löng, undarleg þögn. Halla hafði í raun ekki vitað hvernig hún ætlaði að koma í veg fyrir að Sjafnarfletur yrðu seldar. Hún vissi ekki einu sinni hvað það var sem rak hana út í þetta. Hvað kom henni þetta við? En nú var eins og hún fylltist eldmóði. Eitthvað innst inni knúði hana áfram. Ef Hrafngrímur skuldar einhver opinber gjöld, hélt hún áfram. Ætti að vera hægt að selja eitthvað af þessum fallegu hestum og gera þetta upp. Ættu þið ekki að stuðla því? Og hvert ætti Hrafngrímur að fara? Séra Guðmundur mælti loks. Ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að hægt sé að útkljá þessi mál, að þessar skuldir skuli verða gerðar upp. Ég sé að þú hefur rétt fyrir þér, stúlka litla. Hér og nú skulum við semja, Hrafngrímur, greiðslu af þessum skuldum og þær vanefndir sem gætu kostað því ábúðaréttin hér. Hrafngrímur andmælti ekki, sagði ekkert. Ég legg til, sagði séra Guðmundur, að við setjumst inn í bæ, Hrafngrímur, og ræðum þessi mál. Höllu léttir stórlega við þetta. Það var eins og draumurinn að væri að rætast. Svona fljótt, á svona auðveldan hátt, myndi þetta mál úr sögunni. Það virtist of gott til að trúa því. Hér ætti Hrafngrímur að fá að vera meðan hann vildi. Höllu finnst sem að nú sé hún búin að bæta fyrir brot sitt en hún stalst á bak þeim moldótta hér árið. Sagan af Höllu verður ekki lengri. Við hættum hér þar sem þau ganga öll inn í hrörlega kotið hans Hrafngríms. Fjallið, tignarlegt í vorbirtunni, gnæfir þögult og stolt yfir Sjafnarflötunum. Hver veit nema einmana refur sé einhver staðar á ferli þar. Það er eitt af leyndarmálum fjallsins þagla.